Næsti viðmælandi, hann ekki kominn til mín í settið, hann fyrir aftan myndavélina, þannig ég ætla að biðja Hjalta að koma hérna og setjast hjá mér. Hjalti, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir það. Nú erum við búin að vera að vinna að austan þætti saman, við erum búin að fara í tökur út allt. Hvernig kanntu við núna í sviðsljósinu? Ekkert sérstaklega verið, mér finnst betra að vera fyrir aftan vélina, sko, en þetta sleppur. En ég skil alveg hvernig viðmælandunum líður, sko. Já. Maður segir alltaf við að þetta ekkert mál að enginn dáið í útsendingu hingað til. En ég veit ekki, kemur ljós. Nú þarf þú að lifa af. Já, kemur ljós. En þú með fyrirtæki, þú og Heiður, kona þín, sem heitir Tókatækni á Tókastöðum. Rétt. Þannig að þið starfið alveg eftir þessu störf án staðsetningar? Algjörlega, við erum bara með klippi svítuna bara í forstofunni, sko, og það allt klippt og unnið og alltaf frágangar á þáttunum og allt sem gert unnið þar. Þannig að það þarf ekkert að vera einhvers staðar í Reykjavík, sko. Það alveg sannað. En Hjalti, hvernig verkefni þetta sem að koma til ykkar? Það eru við náttúrulega N4 að vinna austanþættina, en hvað þetta annað? Stundum við að leysa af fyrir RÚV, sko. Við alltaf vorum að þjóna RÚV frá 1999 til 2010 í fréttum og það var náttúrulega bara full vinna þau ár og rúmlega það, sko. Gerum 320 fréttir á ári, það best lét. En svo þetta líka bara jafnvel tónleikar eða leiksýningar og alls kyns svoleiðis verk líka, sko, í samfélagsþjónusta fyrir bara almenning, sko, inn á milli. En uppistaðan alltaf sjónvarpsvinnsla fyrir N4 í seinni tíð, sko. Já. En svo RÚV við og stundum ég tekið fréttir fyrir Stöð 2 og þannig bara allur fjárinn, sko. Hvað eru búin að vera lengi í þessu? Sko, ég byrjaði sem atvinnumaður í mars 1999, sko. Sérst fór að hafa fulla vinna þessu, en ég byrjaði 95 að senda á RÚV myndefni og já, svona bara óklippt, bara spólur, sko. En svo 99 þegar Jói Hauks kemur hérna, Jóhann Hauksson, og þá á RÚV Öst hérna og þá var farið í massífa sjónvarpsvinnslu hérna, sko. Já. Og já. Þú talar spólurnar, sko, það hefur margt breyst á þessum tíma, heldur betur. Það voru bara spólur og klippt í svona spólu í spólutækjum, sko. En svo 2003 þá kom Avid klippitölva og það var alltaf miklu þægilegra og skemmtilega vinnuumhverfi, sko. Var ekkert flókið að færa sig yfir? Nei, ég alls ekki tölvumaður, sko, þannig að það er svolítið, ég aldrei kveikt á tölvu áður en fór í þetta, þannig séð. Og ég ekki mikið tölvumaður svona í grunninn, sko, en að klippa alltaf bara, það ekkert mál, sko. Já. En það er alltaf miklu hittin alltaf bara spólur og það dótið alltaf bara betur farið, sko. Já. En það eru mikið af ferðalögum sem að tengjast þessu starfi og þú hittir rosalega mikið af viðmælendum. Já. Hvernig, já, þú hlýtur að hafa lært helling á þessu? Ég veit það ekki. Jú, það er að taka viðtöl við nokkuð 1000 manns, sko, eða sérst vera bak í vélina. En svo er það ekki bara að fara í alls kyns aðstæður sem að kannski almenningur lendir aldrei í. Fara í þyrlum og taka myndir eða á staði sem að almenningur kemur aldrei á. En svo er alltaf myndtökumaðurinn alltaf að ég líti þannig á að hann sé svona auga almennings. Hann að taka eitthvað viðburðið af eitthvað sem gerast og miðlæti til almennings með sínu auga sem myndavélin sko. Það lendir í aðstæðum og hlutir sem að almenningur kannski fær aldrei að sjá, sko. Og hitta fólk sem að kannski hefði aldrei hitt annars, sko. Já. Sem er skemmtilegt, sko. Og kynnast líka einhver hlutir sem að kannski hefði aldrei farið að spá í eða ekkert áhugavert eitthvað sem að þarf að fara að mynda það og fjalla það, þá kannski, já, við kviknar kannski við áhugi eða maður kynnist hlutunum, sko, staðan fyrir að kannski vita ekkert það og þurfa ekkert að spá í það, sko. Já. En þinn áhugi svona á myndatöku, hvaðan kemur hann? Það var bara kunningi minn sem að hvatti mig út í þetta. Hann keypti svona litla heimilisvél og ég keypti vél og ég ætlaði aldrei að verða neitt myndatökumaður, sko. Ég ætlaði að vera bara stefndi kannski bara að fara í vinnuvélabransan eða eitthvað, gröfur eða eitthvað, sko, ekki í þetta. Þannig að svo kviknaði áhuginn að fara að mynda fugla, alltaf haft mikinn áhuga á því, sko. Já. Gerði svolítið af því þegar ég var að vinna fyrir RÚV, að vera með svona myndir af fuglum í lok fréttatíma og svona að selta eitthvað myndum af fuglum fyrir eins og Pál Heitins Stenginsson og fleiri sem voru að gera dýraríkismyndir. En svo seinni tíð hann orðið lítið þetta, sko. En að horfið, sko, það er engin markaður fyrir þetta, sko. En þetta lítur að vera svolítið góðu banki af myndefni sem þú situr á? 1000 tíma, sko, efni sem alltaf verður merkilegt með tímana, sko. Viðtöl og annað sem að fólk sem að fellur frá og hlutirnir breytast, þannig að þetta eru alltaf heimildi líka, sko. Já. Frá líður, sko.
En þú og Heiður kona, en þið eru bæði í þessu og þið vinnið þetta saman. Hvernig er verkaskiptingin í þessu? Ég sé að kvikmynda og klippa mest allt seinni tíð. Hún sér meira hljóð og grafík og svona frágang og svona tölvu umsjón sko, því ég er alltaf ekki tölvumaður sem ég segi. Þannig að það er svona hennar deild sko. Tölvudeildin er efri hæðinni. Og hún er einmitt núna að taka upp viðtalið á meðan við erum að... Hún er alltaf kann á myndavélarnar sko. Og var í þessu vinni í fréttum hjá RÚV hérna áður fyrir sko, þannig að hún kann þetta sko. Þið eru ýmsum vön, þið þurfa að vinna eftir aðstæðum, það þarf að setja upp sett í hingað og þangað og aðstæður aldrei eins. Nei. Þannig að þetta er krefjandi starf. Getur verið það sko, og mismunandi aðstæður eins og sérstaklega þegar maður var í fréttum og svoleiðis þegar kannski fara út í kolvitlaust veður og þá þurfti að fara út og mynda sem að kannski ekkert, jafnvel hættulega aðstæður stundum sko, þannig að þetta getur verið krefjandi sko og svo þarf hann bara að hafa efnið í lagi og eiga nóg efni sko, eiga allt sem þarf sko. Það er leiðilegt að koma í klippherbergið og bara vantar myndir af þessu hinu og þá verður maður pirraður sko. Nógar hráefni og góður hráefni sko. Já, og svo er þetta ákveðin lína að dansa því þú vilt vinna allt efnið vel en svo er líka dálítill hraði í þessum fjölmiðla heimi. Já, það er svona svolítið erfitt ofta að eiga við það sko. Maður vill ná sem mest og gera sem best en svo tímaraminn alltaf er ekki endalaust þetta að dunda kannski við að gera eitthvað sem maður vildi gera sko. Þannig að stundum verður að fara eitthvað milliveg sko. Það stundum pirrandi að geta ekki dundar sem meira sko á vettvangi, en það er líka bara sjónarmið, það er alltaf penningar og tími kostar penningar sko. En svo er þessi mismunandi verk, það er eins og þetta stúdíó hérna, það eru innslögin sem við gerum í að austan, síðan er þetta þessi samfélagsþjónusta, en þið voru líka að vinna núna heimildamynd, hvernig hafa viðtökurnar verið við henni, heiðabílinn? Já, bara býsna góðar held ég að fólk hafi ánægt með þetta sko. Ég var nú ekkert alveg ánægð með alla myndvinnsluna en fólk sem tala við með það verður ánægt sko. Já. En svo er þetta alltaf spurning efnistöku, það er alltaf að vera spennandi efni sko, áhugavert, viðmælendur áhugaverðir eða efnið sko, en svo þarf tæknivinnsla líka, ef það fer saman, gott efni, gott ráefni, góð úrvinnsla á því og góð tæknivinnsla, þá verður gott sjónvarp og þá er ég ánægður sko. Já, en hvernig er það, þú ert að vinna sjónvarpsefni daginn út og inn, nærðu eitthvað að horfa sjálfur á sjónvarp? Nei, ég var lattur að horfa, það er nei. En ég kíkjum stundum á austanþáttinn svona til þess að átta hvort þessi lægi með efnið sko. Já. Og það er líka gott að horfa á kannski eftir hálft árið eitthvað, að sjá þátt sem dettur inn, þá kannski sér maður, já þetta er nú fínt eða þetta er ekki nógu gott, þá komið fjarlægt sko. Það þótti maður svona nálægt þessu, verið með þetta í höndunum svo nálægt sér. Það er gott að fá fjarlægt, þá sér maður kannski að þetta mátt vera betra þarna eða þetta er bara fínt þarna. En nú er það líka þannig samfélag, þetta er náið samfélag, þið búið hérna fyrir austan, finnið þið fyrir því að fólk er að koma til ykkar með viðbrögð við þáttunum, finnið þið fyrir þakklæti fyrir ykkar störf? Já, kemur alveg fyrir sko. Já, það kemur fyrir sko. En svo er eitthvað gott þegar maður er að fara í tökur, það er oft viss kostur að þessi heimamaður sko, þá kannast fólk við, þá er oft fólk svona rólegra sko, það er svona, það er ekki einhver aðkomumaður á sunnan sem að þekkingin kann ekki deila á, þannig það er svona viss kostur líka held ég að vera af svæðinu sko, upp á þetta að gera ná betra sambandið fólk. Já, þetta er eins og hreindýraveðarnar, þú þekkir hérna veiðilendurnar. Já. Það er oft kostur sko, þetta getur stundum verið ókostur en ég held yfirleitt er það kostur sko að fólk kannski treystir frekar þeim sem þekkir sko. Já. Þetta er einhver sem kemur og veit ekki deila og veit ekki hvað allar að gera sko. Hjalti, takk hérlega fyrir að koma og taka þetta skref hérna fyrir framan vélina. Við ætlum að kíkja yfir í örstuttar auglýsingar núna.